Svo sæbýli að rækta sæsnigla til manneldis. Við þessi sæsniglar heita sæeyru á íslensku, en við erum svona að nota annað orð yfir þessa snigla. Við köllum þá apalónur, enda heitir þetta abalones á ensku. Okkur finnst líklegra að Íslendingar séu tilbúnir til að borða apalónur frekar en sæeyru. Það eru til yfir 100 tegundir af sæeyrum eða apalónum í heiminum og þar af eru 15 í ræktun. En við erum svo heppin á Íslandi að við getum flutt inn allar þær tegundir sem við vilja. Það eru flestir ræktendur bundnir við þeirra lókaltegund, en út af því að apalónur fyrirfinnast ekki í íslensku umhverfi, að þá getum við flutt inn fleiri en eina tegund hingað í okkar eldi og erum með 2 tegundir. Við erum annars vegar með Californian Red frá Ameríku og hins vegar ESO frá Japan. Ein helsta ástæðan fyrir því að við getum ræktað apalónur á Íslandi er vegna þess að við fáum aðgang að þessum jarðvarma sem við erum svo heppin að búa yfir hérna á Íslandi og getum þar með verið að rækta eina verðmætustu eldistegund heims. Í dag erum við með starfsemi í Grindavík og við eigum 3200 fermetra húsnæði sem við erum að nýta undir eldið okkar, og í dag eru öll framleiðslustigin okkar inn í Grindavík, en við erum að skipuleggja okkar næstu skref út á Reykjanestá, alveg við Reykjanesvirkjun, í auðlindagarði HS Orku, þar sem við ætlum að byggja áframeldisstöðin okkar. En þegar áframeldisstöðin út á Reykjanesi verður tekin í gagnið, þá færist allur áframeldishlutinn út á Reykjanes, en ungviðeldi mun halda áfram inn í Grindavík. Og út á Reykjanesi þá erum við að fá aðgang að mjög einstökum náttúruauðlindum þar. Þar erum við að fara í mjög áhugaverða hringrás, þar sem við munum nýta affallsvatn eða affallssjó úr Reykjanesvirkjun inn í okkar eldi. Reykjanesvirkjun er eina jarðvarmavirkjun í heiminum sem nýtir kaldan sjó til að kæla túrbínuna og skilar honum heitum tilbaka. Og í dag er svo sjór að fara bara út í sjó, þannig að hluta til að fara inn í Stolt Sea Farm, en við munum nota hluta af þessum sjó líka inn í okkar eldi, þar sem við erum með hlýsjávartegund og kemur sér einkar vel. Þannig að við getum stuðlað að góðu umhverfi fyrir ræktun apalóna út á Reykjanesi. Heildarframleiðslutíminn frá því að fjölgun á sér stað og þar til að apalónan hefur náð markaðsstærð eru kringum 3 ár. Þannig að þetta tekur sinn tíma. Apalónur eru undir miklum ágangi í sínu náttúrulega umhverfi. Umhverfisaðstæður eru bara mjög breyttar og þar hefur aðallega pH-gildi sjósins farið versnandi. Súrnun sjávar hafa þau áhrif að ungviðin ekki að ná að mynda skel, og síðan er þetta mikla flökt á hitastigi sjávar að hafa mjög slæm áhrif á apalónurnar, og svo eru líka þörungarnir sem helsta fæða apalóna, hún er líka bara fyrrhnignandi. Þannig að það er bara mikill skortur á villtum apalónum. Þannig að nánast flestar tegundir, og ef ekki allar, eru í útrýmingarhættu. Apalónur eru mjög vinsælar, sérstaklega í Asíu, en þær þekkjast líka í Frakklandi og Bandaríkjunum, Suður-Afríku, Ástralíu, Nýja-Sjálandi, bara þar sem þú finnur apalónur í þeirra náttúrulega umhverfi. En ástæðan fyrir að þeir eru svona vinsælar er þeir eru svo einstakar á bragðið. Eins og í Japan þá framreiða þau apalónur hráar, aðallega í sushi eða sashimi, og þá er áferðin mjög einstök. Þá er hún frekar crispy, þetta er náttúrulega snígill, þetta líkist ekki ostrum eða hörpuskel. Þetta er svona einstök áferð, þannig að þetta er svona líkara kolkrabba. En ef þú eldar þetta þá verður þetta mjög mjúkt. Þannig að eins og Frakkinn eldar þetta, þá steikir hann þetta á pönnu upp úr smjöri og hvítleik og svo þeim einum er lagið, og þá mýkist kjötið töluvert og er mjög bragðgott þannig líka. Í Kína þá er þetta aðallega framreitt í súpum eða einhvers konar réttum með sósum og er talið veita líka mikla lukkun inn í tímabil. Þannig að apalónur eru oftast framreiddar á nýárinu, kínverska nýárinu og því festivali. Og síðan líka ef þú ert að flytja inn í nýtt hús eða ef þú ert að gifta þig, bara fara inn í nýtt tímabil, þá eiga apalónur að færa þér góða lukku. Og þess vegna erum við líka svona heppin hérna.